núllstöðvar í annars stigs margliðu, eins og þessum hérna, það sem að hæsta veldið á bókstafnum 2, það annars stigs margliða. Og þá verður út úr þessu fleygbogi, annarkvort svona eða svona þegar við teiknum þetta upp í hnitakerfi. Þá getum við farið að hámarki tvisvar í gegnum x-ásin og það er núllstöðin. Þannig að ég ætla að skrifa þetta bara jafnt og 0. En af því að það er ekkert þægilegt að leysa þetta svona, af því ég er með x og x í öðru, þá ætla ég að þátt þetta. Hér tek ég x út fyrir sviga, svíin x plus 2 er jafnt og 0. Núna ætla ég að fá 0 út úr þessu. Þetta er x sinnum þessi svíi, þannig að annarkvort x-ið að vera 0 eða svíin að vera 0. Því ef x-ið er 0, skiptir einhver máli hvað svíin er, því að 0 sinnum eitthvað er alltaf 0. Á sama hátt, ef að svíin er 0, skiptir einhver máli hvað x-ið er, því að 0 sinnum þetta hér er líka 0. Þannig að það eru tvær lausnir hérna. X jafnt og 0, því að hér setjum ég þá bara 0, 0 sinnum eitthvað er, og þá fengi ég 2 hérna, því að setjum 0 hérna líka. X 0 sinnum 2 er 0. Ég get líka sagt x plus 2 er jafnt og 0. Það er að segja það sem er í sviganum. Síðan ger ég minus 2 báðum megin, x er jafnt og minus 2. Þetta eru núllstöðvarnar. Það er í raun nóg fyrir mig að annað sé að x sé annarkvort 0 eða minus 2. Það getur náttúrulega ekki verið bæði í einu. Þá fæ ég 0 út úr þessu. Þetta eru punktarnir þar sem að grafið fer í gegnum y ásinn. Hér þátta ég upp í 2 sviga og ég sé strax að þetta eru annarkvort 1 og 14 eða 2 og 7. 1 og 14 gengur augljóslega ekki. X og x, þetta er greinilega 2 og 7. Plus og plus, af því að plus og plus hérna. Og þá er x plus 2 jafnt og 0 eða x plus 7 er jafnt og 0. Og nú nota ég bara algebru minus 2, báðum megin dettur út x er jafnt og minus 2, minus 7, dettur út hérna megin x er jafnt og minus 7. Þetta eru núllstöðurnar hérna. Þetta er stundum kallað núllþáttunarreglan, en ég er í raun bara að nýta mér þáttun til þess að finna núllstöðvar. Þetta virkar bara þegar að núllstöðurnar eru heilar tölur og ég get þáttað þetta á einfaldan hátt. Það er alls ekki alltaf. Þannig þá notum við aðrar aðferðir til þess að leysa út úr því.